gaman að fá þessu. Ég ætla ekki að byrja á rausi tveggja miðaldra manna bakverki. Nei. Eða útlendingavandan. Já, sjáum til með það. Mér langaði nú að tala við samtök hvítra karla gegn kvenréttindum sem að þú nefndir hérna hjá hann Þórarni Hjartarsyni. Mér finnst það góð pæling. Já. Hvernig þið tekið það? En byrjum á golfinu. Hvað ertu duglegur í golfið? Já, ég hef stundað golf mjög lengi, frá því að ég var 10 ára. Ég er þá búsettur með foreldrum mínu vestur á Patreksfirði og þá golf íþróttin svona eiginlega svona hefja innreið sína út á landsbyggðina. Og þar eru eldhugar fyrir vestan, koma sér fyrir Vesturbotni sem er innst í Patreksfirði, innst og norðanverðast og að koma þar upp nokkrum brautum og pabbi fer að kíkja þangað að hitta þessa félag sína, tekur mig með. Og það var allt mjög fátæklegt þarna, bara fátækara samfélagin í dag og mjög svona vanþróuð íþrótt og ég fæði þarna einhverja barnakylfur, rétthendar, ég er alveg örfendur okay. Og ég bara spila rétthend síðan og ferst það þokkalur hendi. Svo þegar ég eignaðist eldri strákinn minn 2016 þá bara pakkaði ég saman golfsettinu og setti upp í hillu. Ég tekið það niður svona kannski 2-3 á sumri þessi 9 ár okay. sem er liðin síðan. En svo núna eru þeir orðnir strákarnir mínir það öflugir að þeir eru bara alltaf út að hjóla og leika sér en ekkert að vera með mér. Þannig að ég ákvaða að endurnýja félagsskiptinu mitt í Oddinum og að taka þetta mjög föstum tökum. Já, ég er alltaf á leiðinni að ég hugsa að ég myndi vilja fara út í viku 10 daga og bara læra, af því ég kann ekki neitt, sko. Mjög gott að byrja að kenna það. Einmitt, af því að maður hugsa, sko, núna, þetta er svona þegar maður er komin að þennan aldur að þetta er svona einhvern veginn, það er svo margir í þessu og þetta tikkar í svo mörg box, þetta er góð félagskapur, þú ert með útivist, það er eitthvað smá keppni í þessu, skilur, eða mikil keppni, hverja hluti. Þetta er svona gott hobby til að hafa. Þetta er frábært hobby, en þú ert eiginlega of-seinn. Okay. Það er alltaf að segja, máttu ekki byrja seint og alls ekki seint en 50 og ég held að þetta sé orðið of seint. Akkur? Það er svo ótrúlega, þú sér það bara út af velli, hverjir byrja fertugt og eldri, eða 30 og eldri, eða þau sem byrja sem krakkar. En ef þú ert í þessu bara til að, þú veist, segja, ok, ég ætla að gera mig nógu mellufæran til að vera með og... Já, og bara, ég er ekki að fara að keppa á Ólympíuleikum. Ég er ekki að draga úr þér, en þú verður alltaf eins og einhver flóðastíð. Ég mun alltaf sjá það. Ég mun segja bara úr 2 kilometra sölvera. Er það sveiflanlega? Já, hún verður alltaf klunnaleg. Þetta er eins og að læra hjóla, þú ert krakki unglingur. Þú kemur þessu inn í taugakerfið, að þá ferða aldrei. Þetta er alveg ótrúlegt. Þannig að ég segi við foreldra, sendið börnin ykkar á golfnámskeið og látu þau ná undirstöðatrúnum. Þau þurfa ekkert að verða húkt á þessu eða þannig að þau dreymum að verða einhver atvinnukylfingar. En það munar rosalega miklu að hafa spilað þetta að því að svo þegar þú klárar skólan eða komin upp úr 20 og ferð að kynnast fólki á vinnustum annað, þá er þetta svona alveg ótrúlega skemmtilegur hluti af sósíallífinu. Með einu möguleikin ég að hugsa það nú að tala, sko, það gæti hjálpa mér, ég veit samt ekki, ég æfði, sko, að því, þetta er rétt, sko, þetta var að komast inn í kerfið þegar þú ert krakki. Já. Ég æfði japanska skylmingar, sko, frá því ég var 8 ára gamall. Já, hver gerir það ekki? Í 12 ár, en keppt á heimsmeistaramótum og allt, sko. Og það er, sko, það er sveiflan þessi, sko. En golfið er náttúrulega hér, sko. En ég ætla hana með í, en þetta er náttúrulega mest mjaðmyndar í golfinu, eða ekki? Já, mjaðmir og úlliður og... Úlliðurinn, ég held að það kom alveg í taugakerfið, sko. Kannski munu japansku skylmingarnar bjargaðir í þessu. Mögulega, sjáum til. Ég verð að láta reyna á þetta. Svo verður að taka þetta með trukki og ég, til dæmis, það sést kannski hér í mynd hversu þreytulegur ég er, en það er vegna að segja í gærkvöldi þá ræstu út klukkan 8, 3 mínútur yfir 8 og kláruðum 3 mínútur yfir 12 og svo verið ég komin aftur og tegur kortir í 6 í morgun. Það er svoleiðis? Já. Nú er þetta bara tekið... Með trukk? Já, ég meina, það verður bara að gera þetta almennilega. Þú ert taka jafn hart á þessu eins og viðmælandunum í spursmálum. Já, þeir fá aðeins fyrir núna að því ég er með huga með golfið. Förum þá aðeins þangað, mér langaði að spyrja þetta fólki sem er ekki að mæta til þín. Mér finnst það alltaf svona áhugavert, sko. Ef þú ert búin að, sérstaklega ef þú ert, sko,
að vinna fyrir því opinbera, eða úr stjórnmálamaður eða háttsettur embættismaður, þá finnst mér pínu eins og, ok, það er náttúrulega kannski hægt að segja að það er mikið að gera hjá þér, að þá náttúrulega, ef það væru 50 hlaðvörp bara eina að fá því, þá náttúrulega kannski máttu vega og meta hverjir eru með mestu hlustunina og allt það. En að vera að boykotta eitthvað eða þú ert ráðherra eða, ég finnst það mjög lélegt, sko. Það ekki mikill bragur af því, sannarsagna, og án þess að maður vilji kannski gorta ofa, þá eru spursmál þó svona stóra sviðið í pólitískur umræðu í dag, ekki síst bara vegna þess hvað áhorfið og neyslan á þessu efni mikil, og sá sem að kemur og ræðir við mig í spursmálum, hann nær til mjög margra með þau sjónarmið sem hann fram að færa. Ég hef trú á því að þó ég sé fastur fyrir að þá sé ég ekki ósanngjarn, ég ætla mér allavega ekki að vera það, og ef þú hefur réttan og góðan málstað að verja og stendur traustum fótum í því sem að þú ert að boða, annarkvort sem stjórnarandsstöðuþingmaður eða sem ráðherra eða stjórnarþingmaður sem ferð með valdið á hverjum tíma, þá ferðu bara vel út úr því viðtali. Logi Einarsson var hjá mér daginn í flottu viðtali og kom mjög vel út. Ég hef nú upplýst það að Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, hann að leggja mikla áherslu á það við stjórnarþingmenn að mæta ekki í spursmál og heldur að það sé einhvern veginn hægt að einangra spursmál eða mig eða Morgunblaðið með því, og það misskilningur. En það Þú hefur alveg frá fyrstu enda þetta komið frá honum? Já, ég hef rætt við þingmenn sem hann hefur bæði í Samfylkingunni og í Viðreisn. Valdur að segja að því hann sé svona fútt út í það eftir viðtalið sem hann komið til þín? Já, ég held að þetta sé bara einhver aðferð sem hann halda blífið að virki til einhver tíma litið. Staðan er bara svo að þetta hefur margótt verið reynt í öðrum löndum líka og þetta virkar ekki. Eitt af því sem maður að reyna að segja og Egill Helgason og fleiri góðir svona potentátar í kringum þetta lið segja að já, það sé nú kannski alltaf að mæti viðtölin, það sé nú svona sögsið með það, en það sé nú fyrirsagnirnar sem að séu svo slæman og þær séu einhvern veginn notað til þess að koma mönnum í bobba. Staðreyndin er svo að, eins og þú þekkir sem fjölmiðlamaður, að fyrirsagnirnar eru einfaldlega sóttar í efni viðtalsins og það eru þetta sóttar í áhugaverðustu þættina. Og við höfum áhuga á því líka að draga upp og taka út klippur þar sem að skerst í odda á annað. Það ekki slæmt. Stjórnmálamenn eiga þora að takast á og geta tekist á. Og ég líka held á endanum ef þú hefur ekkert að fela og mætir hvert sem þó þú sért í eitt og eitt skipti tekin úr samhengi, þá mun ekki taka langan tíma að samhengi þitt mun skila sér. Sko. Þannig að þeir sem eru bara alveg með clean slate og geta mætt og fært rauk fyrir máli sínu hvar sem þeir þurfa ekki að óttast það til lengri tíma eitthvað eitt viðtal þar sem var eitthvað ein fyrirsögn sé að fara skemma heildarsamhengi. Nei, ég þetta sé bara rétt. Mitt markmið aðeins eitt. Það að efla upplýsta umræðu og að áhorfendur eða hlustendur, hvað sem átt að hlusta á Spotify eða horfa á þetta, fái eitthvað fyrir sér snúð, átti sér betur á því hver stefna fólks og hvað það hefur gert, að það sé farið yfir verk ráðamanna og annað þeimdúr. Og þetta eru bara hlutir sem að eru mjög mikilvægir í lýðræðislegu samhengi, í lýðræðis þjóðfélagi, og mér finnst mjög undarlegt að það séu komni nýjir valdhafar, ný stjórn tekur við 21. desember, og þetta sé strax orðið þannig að í þeim hópi sé fólk sem að ætlar að fara að vinsa út hvaða fjölmiðla með sé rétt að ræða við og hverju ekki. Sko, ég myndi koma með eitt punkt sem ég hef ekki heyrt mjög víða, en hann kom bara til mér núna þegar ég að spyrja þessu. Það kannski svona þetta, ef maður væri að einfalda mikið hægri vinstri, það segja hægra fólkið, sem hefur kannski verið í eitthvað tími stjórnmálum, eitthvað einfalda orðið reyndar og vanar að því að fá erfiðar spurningar. Sko, nú ég alls ekki sammála þetta sem Hannes Hólmstedt segir, en þegar hann var í podcastinu og maður var að benda á, þú veist að fjölmiðlarnir hafi gegnum tíðina verið mikil vinstri slagsíða nema kannski Morgunblaðið og RÚV hefur einhvern veginn alltaf verið með vinstri slagsíðu. Og ég hugsa bara eins og til dæmis málið þar sem að hún þingmaður Pírata eitthvað að skandalisera okkur klósettinir í miðbæ og ég hugsaði sko ef þetta væri Sigmundur Davíð eða Bjarni Ben,
þá eru þau gerðið 6 kastljóstættir þetta mál. Já. Og þá hugsa maður skilur að það kannski sem er nýtt við þinn þátt, að allt í einu er fólk vinstra megin við línuna krafið alvöru svara og fær erfiða spurningur og það bara einfaldlega mjög óvandi. Þannig að það allt í einu mætir og heldur að sé að fara að mæti enn eitt viðtalið á RÚV þar sem að það fær eitthvað svona. Þannig ég hef hlusta á viðtölinni, minnst þú tókst alveg eins á Bjarna Ben og Leníu, en hann bara orðin svo vanur því að þurfa að svara erfiðum spurningum og hann bara einfaldlega góður í því, sko. Já, hann bara betur inn í hlutunum og það má segja bara það er að skipta svona stjórnmálumennum svolítið á B-deildina, Þorgerður Katrín, Sigmundur Davíð, Bjarni Benediktsson, Kristrún Frostadóttir. Þetta A-deildarfólk, þau eru inn í öllu, eru búin að vera svo lengi að og síðan koma einhverjir sem eru minna inn í hlutum og bara renna á bananhýðinu og það bara einfallega það sem gerist þegar þú ákveður að taka þér eitthvað forystusæti og síðan ekki nægilega vel undir búin og þá kemur það þetta fram og það kjósendur eiga líka rétt á því að sjá það að fólk sé ekki vel undir búið eða sé ekki vel inn í hlutunum, það er málefnalega ástæða til þess að kjósa eða kjósa ekki stjórnmálumann. Þú nefnir með fjölmiðlana hægri vinstri, það er rétt, ég meina Morgunblaðið hefur verið hægri fjölmiðill alla tíð. Á íslenska mælikvarða. Já, frá 1913 þegar blaðið er stofnað, en það sem breytist núna er að núna erum við komin í mynd og nú erum við komin í þetta talaða form sem að Morgunblaðið hefur aldrei verið og það er allt öðru vísi þegar fluttar eru fréttir í prenti heldur en þegar að menn þurfa bara að mæta og það er hægt að horfa á svipriðin og nákvæmlega higorðin og hvaðina sem menn segja. Þannig að mókin hefur alltaf verið mjög settlegur, menn við lesum upp það sem haft er eftir mönnum og þetta er snikkað til og áferðin er mjög falleg. En þegar þú byrjar að svitna á efrivörunni í viðtalinu hjá mér, þá sjást bara perlutar í myndinni, sko. Og það er sjarmerandi og það er einhver áhætta í því og spennustig og það er óskaplega gaman að stýra þessu þætti og það er óskaplega gaman að fá alla þessa öflugu viðmælendur og þeir sem neita að mæta, sem er mjög fámennur hópur í grunninn. Er það fyrst og fremst samfélkingin? Nei, ég meina Logi Einarsson mætti, Kristrún hefur ekki viljað mæta og hún kemur á endanum, Þorgerður Katrín hefur ekki svarað og svona, og það er kannski það svona, Daði Már Kristófersson hefur ekki svarað, Þorbjörg Sigríður hefur nú svarað núna og hún mætir í viðtöl út allt á Sprengisand og Kastljósi og Silfrin og það, en þú er ekki í spursmál. Að verst er þegar fólk svarar ekki. Það er ekkert mál, ef ég bið þig að koma í viðtal og segi, Sölvi, fá því spursmál og þú segir nei, ég hef ekki áhuga á því á þessum tímapunkti, þá er það bara málefnilegt svar og allir virða það. En þegar maður sendir póst eftir póst og segir þetta er mögulegt að fá viðtal og maður ekki virtu viðlits, þá hugsa maður, býtum nú við, ég mæti hér til vinnu alla mótna. 50% af mínum launum eru tekin af mér með nauðung og sett hann í ríkiskassan til að borga Þorgerði Katrín og Daða Má Kristófersinni og er þetta líka til þess að borga bílstjórunum þeirra því að það er að skuldlaðum á milli staða og flugferðirnar til og frá landinu og allt þetta. En þau treysta sér ekki til að svara mér, almennum borgari í þessu landi. Og þá er rétt að minna það líka í stjórnsýslulögunum með kveða það að stjórnvöld hafa 2 vikur til þess að bregðast við fyrirspurnum borgarana og gerir það ekki, þá er það brot á lögum. Og þessi ráðherrar hafa þverbrotið lög gagnvart mér sem borgara í þessu landi með því að láta hjá líða að svara þessum fyrirspurnum. Og mér finnst ekki mikið manndómur fólkinni því að taka við ráðherrambætti og fara að brjóta jafn einföld lög og þessi sem er svo auðvelt að komast hjá með því að segja einfallega nei, ég hef ekki áhuga. Ég veit ekki hvað það kemur til mér núna, ég hugsa sko þetta með að mæta til einhver sem er að fara að spyrja það óþægilega spurninga og hugsaði með þessu Jordan Peterson, það er hérna frægasta viðtali sem hann fór í, var það ekki, man ekki hvað hann heiti, Kathy Newman. Já. Það sem að hún var, það var eiginlega sama hvað hann sagði að þá kemur hún og segir so you're saying og segir eitthvað allt annað. Já. Og þá sá maður með hann eiginlega, sko, hann hækkaði mörg stig við þetta viðtal, við að mæta hjá Spyrli sem var allt viðtalið að reyna að láta hann lítið illa út. Já. En hann var svo góður í að rökstyðja mál sitt að þau enduðu á að þurfa að slökka á kommentakerfinu
og svo sko í lokin var það eiginlega farin að vilja taka viðtal út sko. Já, ég meina hann þetta sá við henni. Ég segi það. Hún var sannarlega komin þarna til að reyna að klekkja honum og kom honum illa. Kannski fyrsta viðtalið á vettvangi spursmála sem að vakti athygli fyrir aðgangsorku var viðtal mitt við Katrínu Jakobsdóttur forsetaframbjóðanda. Og bara til að segja östuta sögu þá var ég velta hvernig ég ætti að nálgast þetta. Ég vissi að ég ætti að taka viðtöl við alla forsetaframbjóðanduna og ég ætlaði að gera það með öðrum hætti heldur en þessi ömurlegu drottningaviðtöl sem að RÚV býður upp á. Og ég fer að skoða bara hvar það sem eldarnir brenna og hvar þurfum við að varpa ljósi á afstöðu Katrínar. Og eitt mál sem að ég var hugsi yfir var það hvernig hún fór inn í umræðum fóstureyðingar í þinginu bara 2 árum fyrr. Já, tæpum 2. Og ég ræddi við góða vini mína og ráðgjaf og sagði, heyrðu, ef ég taka þetta fyrir og þessu bara glemdu því. Í fyrsta lagi bara þú verður bara afhöfðaður fyrir að vera blandaður inn í og þar fyrir utan að þá bara verður þetta svo óþægilegt og annað. Og ég segi, býtu nú við, hér afstaða hennar til grundvallar máls og þetta afstaða sem í raun fannst mér svo svakaleg. Mjög öfgakennd. Já, sko, ég persónulega ekki á móti fóstureyðingum og þær eiga rétt á sér við tilteknar aðstæður og við höfum haft reglur sem að tryggja konum réttin til að fara í fóstureyðingu, jafnvel bara af félagslegum ástæðum eins og kallað eða vegna þess að vilja ekki eignast börnin og sá réttur hefur verið tiltölulega rúmur. Katrín hefur hins vegar verið þeirri skoðun að það heimila fóstureyðingar bara alveg fram að því að börn eru fullburða og geta fæðst og lýsti því yfir í þinginu. Og ég lét vaða. Þetta var eina af mörgum spurningum að því að mér fannst þetta svona karakterspurning. Við erum að kjósa að forseta þjóðhöfingja sem æðsti punkturinn í stjórnkerfinu. Þetta karaktermál. Og hún bara hélt sig við þessa skoðun og allt góðu, ekkert vandræðilegt við þau samskipti. Ég vildi bara fá það hreint hvort hún væri þessa skoðun. Það höfðu menn samband við mig sem að höfðu þá þegar sent inn stuðningsgreinar henni til stuðnings í blöð og á VF sem afturkölluðu vegna þess að ég hafði ekki áttað mig á því að hún hefði þessa svakalegu afstöðu til þessa máls mörg lífs og dauða hjá ófæddum börnum. Og hvað staðfesti það? Jú, þetta mál og þessi afstæð hennar átti erindi inn í þessar kosningar. Við kjósendur ákveði í lokdags hvort að það sem ég spyr að eigi erindið ekki. Mér finnst þetta að vera á öllum mínum fjölmiðlaferli eiginlega fátt sem að hefur fengið mig til þess að svona þurfa að hugsa hlutina öðruvísi heldur en til ég gerði fréttaskýringa þátt fóstureyðingar. Því ég var einhvern veginn fram að því bara svona þessi klassíski Íslendingur bara auðvitað á að leyfa fóstureyðingar og eiginlega bara með þá bara að leyfa þær alltaf. Svo út af því ég að gera fréttaskýringa þátt að þá fæ ég viðtöl líka við fólk sem á hinni skoðuninni. Bara fólk sem segir bara þá aldrei að leyfa fóstureyðingar og fólk sem að síðan með mjög mikla takmarkanir á því hvenær það að leyfa. Og minnst þetta verið dæmum aftur, að ef að þú veist, það rosalega þægilegt það þægilegt útspil inn í Íslands samfélag sem að hefur verið mjög mjög umhugað réttindi kvenna og allt þetta, bara að auðviti skoðunni bara og ef þú ert hræddur við að fara í gegn með þér, já, bara auðvitað fóstureyðingar alltaf að leyfa þetta alltaf, en ef einhver myndi sitja á móti mér og ég myndi byrja að rekja úr gardindar og segja, heyrðu, ok, hvenær verður líf að lífi? Er það eftir 3 mánuði, er það eftir 4 mánuði? Okkur myndi öllum finnast rangt að myrða nýfætt barn. Við erum öll sammála um að það bara morð. Ok, en við vitum samt að þetta orðið að barni á ákveðnum tíma. Og leiðu þú þarft að fara inn í núansan á þessu. Þú veist, Arnar Þór var gerður á öfgamanni fyrir sína skoðanir á fóstureyðingum, en raunverulega öfgamanneskjan í mínum huga í þessari skoðun var Katrín, og ég sagði bara, þetta í alvörunni skoðunin, að það megi bara myrða barn í móðurkviði bara rétt fyrir fæðingu. Mér finnst það öfgakennd skoðun. Af því að ég bara búin að velta mikið fyrir mér hvenær verður líf að lífi og hver ég til þess að ákveða að það sé ég lægi að taka líf þegar það þú veist, ok, ég skil, ég ekki kvenmaður, ég skil auðvitað á að vera sjálfsákvörðunar réttu kvenna yfir eigin líkama, en hver á að vera talsmaður hins ófædda barn, Ronald Reagan sagði reyndar á einu stað í umræðinu þetta, að hann sagði, ég hef tekið eftir því að allir þeir sem eru talsmenn
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.